1, 2, 3, 4.
klárt. Leikmenn klárir. Dómarar klárir. Jæja, þá getum við farið að byrja þetta. Dómarinn mættur og leikmenn komnir inn á völlinn og þið áhorfendur góðir verið velkomin á Blikar TV. Beina útsendingu frá Fífunni og það er Heisi sjálfur sem ætlar að svona aðeins að fara yfir leikmenn og slíkt og kannski yfir ykkur svona smá atvik í leiknum. Nú það er lið Breiðabliks er þannig skipað að Sonny Lára er í markinu og síðan koma þær Sóley María, Agla, Karolína, Sólveig Jóhannesdóttir Larsen, Alexandra Jóhannesdóttir, Kristín Dís Árnadóttir, Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir, Hildur Antonsdóttir og Hildur Þóra Hákonardóttir og Berglind Baldursdóttir. Nú lið IBVF er í markinu Guðný Geirsdóttir og síðan er það Júlíana Sveinsdóttir, Sigríður Lára Garðarsdóttir, Klara Sigurðardóttir, Kristín Erna Sigurláfsdóttir, Birgitta Sól Vilbergsdóttir, númer 18, Margrét Íris Einarsdóttir, númer 19, Ingibjörg Lúcia Ragnarsdóttir og númer 20, Chloe Lacasse og númer 22, Guðrún Bára Magnúsdóttir og númer 30, Hlíf Hauksdóttir.
Nei, þú. Herri minn. Þú var hérna.
Já, eins og glöggir áhorfendur Blikar TV sjá, þá staðan 2-0 fyrir Breiðablik og það var mark nummer 1 skoraði hún Karolína Lea Vilhjáms og mark nummer 2 var það Agla María Albertsdóttir. Nú þetta var Alexandra Jóhannsdóttir sem skoraði þarna fyrir Blikana. 3. markið. Það er víti.
Nú það var Agla María sem að bætti við marki númer 4.
Þá komið hálfleikur og það verður örugglega ekki langt hléð þar sem að þessi leikur byrjaði frekar seint vegna dómaramála. En staðan er 4-0 og það voru þar Karolína og Agla María með 2-1 úr víti og Alexandra sem skoruðu mörk Blikana. Nú við bara sjáumst eftir stuttastund aftur. Það er svolítið alltaf annarkvöld 2020 og... Já. Hver var þetta sem sagði blöss? Hvað fuck? Það er svo frábært Þetta er svo slæmt. Ég með 7% hlóði ekki nú. Ég setti vitlaust laust. Ef ég snýði hennar höfugt, þá mun það virka. En ef ég stýðist hins þá mun það ekki. Já, það er þannig hjá mér líka. Það sé að það gerði. Skiptum þess yfir systeminu. Við. En já, ég sýst. Þannig ég get ekki skipt. Ég get ekki sýst. Já, jú, hún býr mig. Það er búin að setja í fokkin. Í húsi? Og 3 fokkin.
svona skipur hingað og ég vissi líka svona að ég bara opnaði Núna hljópa hinn. já, þetta bara easy nei, við erum ekki, já, hún var það Veitu, Þú sett ekki langt og þú veist þetta svo. Þessi byrjum svo. já, hver hinn líka já, Gaman spjall. Nei, það var stelpa. 60 mínútur komnar. Þetta var svo fyndið sko. Hvað segir það? Hvað segir það? Jæja, þá er þetta komið, þá fer þetta aftur á stað og það er svo sem ekkert meira um það að segja en staðan er 4-0 og það eru þær Karolína Lea og Agla María sem er búin að skora 2 mörk og Alessandra 1 og þá hef ég leikinn aftur
og við komum aftur inn svona þegar eitthvað markvert gerist og svona. Annars bara njótið. Nú, það má alveg nefna það að það eru Kristoffer Breki og Andri Ingimar sem eru á myndavélinni og ég er með tækniborðið hérna fyrir frá mig. Og eins og þið sáuð, þá er þetta leikmaður númer 18, Kristín Dís Árnadóttir sem var að skora núna fyrir Blika og staðan er 5-0. Já, og ennþá bætir Agla María við. Komum með þrennuna. 5-6-0.
Jæja, þá eru þær tvær komnar með þrennur hér, Karolína og Agla María. Og svo var Alexandra að bæta við einu markið þarna áðan. En það er stutt í að þessum leik ljúki og við tökum þá bara fyrir næsta leik sem kemur á öðru streymi hér á eftir. Og sennilega verður ykkur senkun á þeim leik. Og það er leikur Breiðabliks og Grindavík í fótbolta.net mótinu. Það er rauninni úrslitaleikurinn að vinna riðilinn og komast í úrslitin. En í þessu leik er staðan í 9-0 og miklir yfirburðir hér hjá Blikum. Og eins og ég nefndi áðan þá eru tvær þrennur komir hér. Það er Karolína sem er búin að skora 3 og Agla María. Það er ekki að spyrja því, það er Agla María sem
skoraði sitt 4. mark í þessum leik, þannig að staðan núna er 10-0 og yfirbyrðir Blika eru mjög miklir allavega. Og ég myndi segja að vera áhyggjuefni fyrir Vestmannaeyinga. En stutt eftir einungis uppbótartími hjá dómara og Blikarnir sækja hér bara grimmt á þetta og það er Karolína sem að tekur boltan hér út í hornið og leikur þarna á Vestmannaeying og gefur fyrir en þetta er svolítið fær boltan aftur og nú er dómarinn farin að líta á klukkuna. Og þarna flautar dómarinn til leiksloka og staðan 10 og leikurinn fór 10-0 og við ætlum núna að fara að undirbúa okkur undir næsta streym sem að verður hér eftir nokkrar mínútur og það er leikur Breiðabliks og Grindavíkur í fótbolta.net mótinu. Þakkum fyrir að sinni. Þessi leikur verður inn á YouTube, það er hægt að horfa á hann og síðan koma mörkin síðar. Takk fyrir mig og við sjáumst eftir.